Ég er 57 ára Já. og ég hef hafið tiltekt innra sem ytra. Vá, það er löngu tímabært, Dóra. Já. Þú ert alveg í rusli, bara alveg eins og ég. Já. Í þessu podcasti ætlum við samt að byrja bara á bókaskápunum. Já, því að bókaskáparnir segja mikið um hann, ekki satt? Jú. Bókaskápurinn er spegill sálar þinnar. Ok. Hérna er Steinar á skrifstofunni og við erum að undirbúa upptökur Ég er að vinna á skrifstofu. Og ég er svona meira að stilla upp fyrir þáttinn hérna og þið sjáðu og það er meira að segja Arinhildur meðan við tökum upp þennan þátt. Þannig að þið getið búist í rólegheitum. Hvað má bjóða þér að drekka? Viltu kannski kaffi, vínan? Auðvitað vil ég bara kaffi. Já. Og ég vil hellir upp og bara svona upp á gamla mótan, ekki gegnum sokk, heldur í gegnum svona poka. Ok. Og ég vil fá rúbínkaffi. Þetta svarta Já. sem er bara eins og atómsprengja inn í daginn. Já, ég vil milda, ég vil þetta rauða. Ok. Rúbín, kaffi. Hér á veggnum fyrir aftan okkar eru tvær myndir. Það er annars vegar Egyptin eftir hennar Rögnu Fróða, vinkonu mína. Og málverk sem hún málaði. Og mér finnst alltaf eins og pabbi minn sé komið með þessu verki hérna inn í rýmið, sko. Og svo er hérna froskur, eða álfur á froski. Við fengum þetta gefins í og Nikko, þetta verk. Eftir, Þetta er mjög sérstakt verk. já, eftir luxemburgískan geðlækni. Sem er frístundamálari, eða málari. Og pappa sem vist einhver frægur málari. Ok. Leiðilegt að sonurinn skulle ekki hafa ert hæfileika föðursins. Mér finnst þetta geggjum minn, mér finnst það vera alveg. Já, hún er það nú, ég Það er er bara eitthvað- að já. djóka. En hérna, þetta er kannski ekki rétt í staðunum fyrir hann, en hann fær að vera hérna í þessum þætti. Ég var að, takk fyrir að bjóða mér hérna upp í sveit, Dóra. Vera góðum. Aðeins að sjá hvort að það gerir ekki eitthvað fyrir okkur. Ég er það að elska að vera hérna, sko. Og þú hefur verið hérna, þú varst hérna bara alveg í viku síðastliðið sumar. Já, það var náttúrulega eiginlega alveg stórkostlegt að vera hérna. Þannig að þess að horfa hérna út á vatnið og sko, það er svo stórkostlegt að því að hlíðin hérna hinum megin, hérna á móti, þar er enginn og ekkert. Nei, þetta er friðland. Þetta er friðland, já. Hugsaðu þér. Og ég sá einstaka sinnum þarna þessa viku sem ég var hérna svona bíla keyra slóðan þangað til að komast ekki lengra. Og nei, mér finnst nefnilega öll svona nómannsland á Íslandi svo eitthvað stórkostleg, sko. Já. Og maður átt að sjá eftir því sem að við breytum náttúrunni, eins og vorum að tala í bílnúmerleininga, eftir því sem fólki breytir náttúrunni meir í peninga, hvað það er stórkostlegt þegar einhver tekur ákvörðun og við erum sammála að eitthvað eigi að vera friðland. Bara láti þetta land í friði, leyfi því að vera það sem það er og lifa sínu lífi. Og við sem erum hérna bara brot. Ég meina, við erum alltaf bara eins og, sko, Flugur. hárlús Já, á jörðinni, mannkynið, sko. já, já, Við erum bara eins og lýs. já. Við erum svo stuttan líftíma. Heyrðu, en ég fann hérna, ég ætlaði nefnilega því að ég fann hérna ljóð Skorradal. Já, Hérna inn á svona vefur brag og bragfræði og er gata hérna sem heitir Túngata. ekki svo ég viti. En örugglega, en ég veit ekkert Skorradal því að ég bara eignaðist þennan bústað fyrir 4 mánuðum síðan og ég hef ekki haft neitt stórkostlegan áhuga á sögu dalsins. Nei, Af því að ég hef haft mestan áhuga á að vera hérna. skilði. En ég fann rosa mikið af sveppum hérna í fyrrasumar. Já, og þú Við með mér. duttum bara í það. Það var Já. svo gaman að hérna Tína sveppina. tína sveppi.
Mér svolítið fyndið þú að segja mér frá þessu fréttir að því ég ætlaði aldrei að fá þig í að fara út að tína sveppi. Nei, það var bara, Þú varst svona, horfðir á mig eins og ég væri svona að biðja þig að taka heróín já, þegar ég var að koma Ég út að leita að sveppi. ég bara nefndi því alls ekki. Það var þetta fáránleg hugmynd og svona vesen. En svo fannst þér svo gaman. Heyrðu, af því við fundum svo mikið. Ég, Og þegar við vorum búin að koma það heim og þú varst búin að elda þá og borða þá, þá bara ég gæti ekki beðið eftir að fara aftur. Þannig að, Manstu hvað hétu þannig að þá sveppir? ætla ég að segja, þú veist eins og hérna, fólk sem að, ég ætla að koma með fáránlega samlíkingu, en einu sinni hitti ég manneskju sem að er mjög mikið á móti psychedelics og fólk sé að nota psychedelics til þess að opna spiritismann sinn eða eitthvað svoleiðis. Og svo manneskja sagði, maður getur allt sem að fólk er að gera með psychedelics er hægt að gera með því að stunda jóga og huglist og eitthvað svona, tekur kannski 20-30 ára eitthvað svona. En þá sagði ég við þessa konu, en er ekki allt í lagi að vera, ef maður ætlar að ganga til Akureyrar, þú veist, ganga jógaleiðina allavega til Akureyrar, er ekki allt í lagi að vera búin að fá svona bara klips að því hvernig Akureyri lítur út áður ég legg af stað, af því þá kannski langar mig meira að ganga leiðina. Eins sem með sveppina, þegar ég er búin að smakka sveppina, ef ég er búin að fara einu sinni og það er búin að elda það og ég er alveg búin að fá það tilbúna, þá er ég til í að leggja á mig allt sem þarf til þess að fá þessa máltíð aftur. Já, sko í fyrsta lagi á bara fólk ekki að hafa skoðunar á því hvernig annað fólk fer að því að komast í samband við sjálft sig. Nei, það er náttúrulega... Sko, þú veist, ég er aðeins svo leið á öllu þessu fólki sem alltaf að segja hvað sé rétt og rangt. Við höfum nú aðeins rætt þetta áður. Já, Nei, já. þetta svona, sem hefur svona ofsalega skoðunar, já, nei, þá á ekki að gera þetta svona, þá á að gera þetta hinsegin. Já, Nei, ég meina, þetta er náttúrulega bara algjört rugl. já, Fólk á bara að gera hlutinu bara nákvæmlega eins og það heldur að sé best fyrir sig. já, einmitt. Það er náttúrulega bara alltaf aðalmálið. Einmitt og vera í sínum sannleika. Fyrir sínum sannleika, þú veist, auðvitað fólk Sínu frels og gefa öðrum frelsi til að ganga sína leið. Nákvæmlega, bara fólk finnur þá hjá sjálfu sér hvort það vil, þú veist, stunda hugleiðslu, vera í jóga eða nota einhver önnur hjálparmeðul til þess að gera það. Ég minnst þetta bara, hver gerir þetta með sínu nefi? Já. Er það ekki? Jú, það er svoleiðis. Það er svolítið önnur stemning að vera hérna upp í bústað. Já, við erum rosa, maður er alveg rólegur, sko. Já, ég finn það. Hún að kveiki í arninum, hann er svona samt ekki alveg. Ég held að húsráðandi verði núna að standa upp og Já, athuga hvað að það hleypa súrefni í eldinn. Reyndu nú að skara í eldinn, kona! Jú, jú, það er það sem maður þarf að gera. Hérna, svona, dugg. Eða ertu að reyna að hafa svo kalt svo þú fáir vinnukonuna uppi til þín aðra nótt, góðurinn. Það verður nú ekki kapan úr því klæði, Sigfinnur minn. Haltaðu í brókinni, Pétur. Ekki vil ég sjá þig taka hana niður um þig á næstu leitun þar sem að ógetin börn er í tugatölum hér í sveitinni. Já, það er nú nóg að presturinn, pósturinn, héraðslæknirinn og sýslumaðurinn vilji kenna konum sínum þín börn. Já, byttuðu brókina, Pétur, eins og við segjum gjarnan. Hefur þér ekki dottið í huga að binda hann Pétur bara við staur? Rætt hann best heima. Lát hann hafa tað sem hann getur vaðið drjólan á sér og geti gælt við drjólan með taðhrúu fremur en að reyna að tróða sér á eitthvað á kvenfólkinu hér í sveitinni. Já, og eftir það verður hann kallaður taðdrjólinn. Taðdrjólinn, taðdrjólinn, Pétur. Og taðdrjólinn í tröð. Já, þetta var nú svolítið skemmtilegt. Já. Ég sá sem ég var að reyna að segja þegar maður er í svona spuna. Heldur að geti verið, Dóra, að það sé kannski einhver gamall bóndi úr Skorradal sem er að koma í gegnum okkur. Sem er að gangi í gegnum okkur. Ætlaði verið einhver rosalega lauslátur Pétur hér í þessari sveit sem eignaðist börn með vinnuhjúum allra embættismanna. Hann er að fá rödd í gegnum okkur. Og veistu það, svo gott að við getum Lans að channelinn á hann aftur. Af því að það var kona sem sagði við mig í síðustu viku að ég væri miðill. Þannig ég ætla að miðla núna smá hér. Ég ætla að sjá. Bra. Já, sæl blessaður. Já, sæl. Nei, ég ætla nú ekki að fara að sýna of mikið af mér í þessum þætti.
En ég get svo sem tilt mig hérna hjá okkur. Komdu sæll Pétur. Já, sæl Steinun. Ég hef verið að fylgjast með þér. Gaman að sjá hvernig þú Velkomin og þakka þér fyrir að... óbúslestu falleg. Ég verð að fá að segja það. Þakka þér fyrir. Ég er sætust í öllum húsum allstaðar og hef alltaf verið. Já, þetta þú kann svo sannarlega koma fyrir því orðið. Segðu mér Pétur, þakka Já. þér fyrir að koma hérna og hitta okkur vinkonuna hérna í Skorradal. Já, þá ég sé Hvernig- fái nú lánaðan líkamann hjá Halldóru. Halldóru og fá að dvelja þar stund þess Já, já, og enda er ég núna ein að stýra þessum þætti. En nú ert þú sem sagt komin í viðtal í podcast þætti. Já, það sá ég nú ekki fyrir. Nei, en segðu mér Pétur, hvenær fórstu úr þessari jarðvist? Það eru 65 ár kannski síðan, það var svona einhvern tíðan 1950. Og finnst þér samt ástæða til þess að, já það eru 74 ár síðan þú Það fórst? er 74 ár. Ég var nú aldrei sleipur í reikningi, og ég hef ekki gaman á tölum. Það hef ég ekki. Nei, þá ætla ég að leggja fyrir þau örstutt reikningsdæmi, 2 + 2 eru... 4, það Ja, veit ég. Þetta kanntu nú og Þetta þú kannt þá væntanlega líka að telja þau fingurnar Já, á 1, höndunum. 2, 3, 4, 5 og svo hinum mér líka Já. og saman En að segðu 10. mér Pétur, Já. bjóstu hér í Skorradal? Nei, það gerði ég ekki. Ég var svona flökkumaður. Ég ferðaðist um allt landi og sagði sögur og hafði ónað fyrir fólki. Þannig að og fékkst í staðinu húsaskjól og mat eða? Já, ég var velkomin. Þar sem ég, allstaðar sem ég kom, þar var ég velkomin. Af því ég sé þig ekki Pétur, af því að Já. nú hefur þú tekið bólfestu í líka með Halldóra Geirsdóttur sem ég náttúrulega þekki Já. og sé hvernig lítur út. Segðu okkur aðeins Pétur, eða segðu mér Pétur, varstu mjög myndalegur ungu maður? Já, ég var það. Dökkur yfirlitum, brún augu og hérna. Og eins og þið myndu kannski segja í þínum tíma, ég var sexy. Ég var það. Spengilegur og léttur á fæti og ég gat leikið listir, ég gat hoppað upp á hluti. Já, svona eins og fjallægundur. Já, Ég skil. það var einmundur í mér. Það var einmundur í þér. Og er það rétt, Pétur, að svona, þú hefur dálítið hrifið kvenfólki? Já, ég heyri Pétur að þú hefur gaman að þessu. Já, ég viðurkenni það, ég hef nú stundum mátt koma í veg fyrir ýmislegt sem gerðist. Þegar ég var gestgangandi. Er það rétt að þú hafir eignast eða barnað yfir 100 konur á Suðurlandi? Ég held að það sé nú aðeins búið að bæta í þar en það gæti verið ef öll skot hefðu hitt í mark þá Hafðu bara svona mikla kynorku? Ég hafði bara svo óbúðslega mikla þörf fyrir þessa hlýju sem að maður Þannig að þú bara fórst á allt sem fyrir var? Já, algjörlega og þær tóku vel á móti mér og ég var líka skemmtilegur og ég kunni sláði gullhamra og þú kunni líka Já, ég kunni líka hoppa upp á hluti sem við náttúrulega það verið hrifnar af því. Það var ekki allir sem gáttu að hoppa eins og ég geti sagt þér. Nei, ég get tekið það undir, tekið undir þetta Pétur. Ég er nú kvenmaður. Já. Og ég hef oft verið hrifin af karlmönnum sem geta hoppað upp á hluti. Já. En hafðirðu afskipti af öllum þessum börnum sem þú eignaðist landið allt? Nei, það sumir eru hér komnir til jarðar til þess að frjóvga jarðveginn en ekki endilega til þess að hlúa að jarðveginum. Ég skil þig. Þetta er skemmtileg afstæða. Já, þannig að mín fræ þau hafa fengið að spretta í þeim jarðvegi þar sem þau voru? Lentu. Ég skil. En ég hélt áfram þetta er náttúrulega alveg óboðslega gott fyrir fámenna þjóð. Heyrðu Pétur, ég ætla að biðja þig að ég ætla bara að þakka þér fyrir komuna því að ég finna að það er komin andi ungrar stúlku hérna. Já, ég bið þá bara að heilsa. Ok, takk fyrir. Og ég ætla bara að bjóða velkomna hana Þuríði. Já, sæl og blessa. Já, sæl. Hérna, þú kynntist Pétri. Já, ég var... Og ólst honum 4 börn. Já,
Var það vegna þess að hann var svo flinkur að hoppa upp á hluti? Já, það var eitthvað, það kom einhver ferskleiki með honum í hvers skipti sem hann kom í dalinn. Þá bara það kom einhver stórkostlegu ferskleiki, Já, hann var eins og pilsaþytur. Já, hann var náttúrulega förumaður og fór víða, þannig að hann hafði alltaf sögur að segja. Já. Og svo var hann líka, að mér skil, svo svakalega hjólpinnatur að tekið var eftir. Já, það fór ekki fram hjá neinum og það gerði þessi hopp enn spaugilegri náttúrulega. Já, ég skil. Já, það var svona. Já. En hann gerði alltaf og það var eitthvað svona hreyfing sem hann gerði alltaf með hendinni líka og svo horfði hann í augun á manni og svona eins og náði manni. Þannig að maður bara horfði alveg inn í mig og eins og hann sæi í mér hjartað. Já. Og mér leið eins og hann skildi mig og ég bara horfði í augunum, hann horfði og hann hafði þá kannski hoppað upp á vegg eða hrilla upp á þak á einhverju útihúsinu og bara hvernig hann horfði inn í mig, og Ég skil. En þú ert fædd, borin og barnfædd hérna í Skorradalnum. Já. Segðu okkur aðeins svona, hver er þín svona fyrsta náttúruminning hérna úr Skorradalnum? Fyrsta náttúruminningin er náttúrulega bara, það er... Er það þegar Pétur leysti frá sér buxurnar í fyrsta skipti? Já, ertu að tala um þannig náttúru? Nei, ég veit það ekki, Ég var nú meira í aldrinum 3-4 ára þegar lóan kemur og... Já. En Pétur var náttúrulega svolítið lóa. Hann kom oft með vorinu. Já, hann kom oft á vorinu, Já. En það er svona, það er mikil kyrrð hérna. Já. Mikil kyrrð og það er hægt að virkilega njóta þess að... Hvenær fórst þú yfir í hinn heiminn? 1946. 1946? Já. Hvernig finnst þér svona landið hafa þróast á þeim tíma síðan þú fórst hérna? Já, það er náttúrulega margt breyst. Það var yndislega að sitja inn í svona heitu húsi. Já, það var nú ekki því að skipta það þeirra. Nei. Það var nú ekki þannig og nú sit ég hér og ég hef náttúrulega ekkert að gera, sko. Það er ekkert sem ég hef að gera hérna. Nema bara fylgjast með. Já, bara fylgjast með. Já, einmitt. Heyrðu, þakka þér innilega fyrir komuna. Takk sem leiðis. Gangi ykkur vel með hlaðvarpið, þér og vinkonuðinni. Já, takk kærlega, takk. Bless. Þetta var nú sveimi skrítið, Dóra, veistu hvað gerðist? Hvað gerðist? Af því þú varst að segja að þú væri miðill rétt Já. Svo bara channelaðu hérna fyrst Pétur, þennan uppáferðaklaða, og svo vinnukonu sem hann hafði barnað 4 sinnum. Hvað gerðist þetta? Þetta gerðist bara hérna. Býðu, vá, hvað það er skrítið? Rosalega skrítið. Og þú einhvern veginn, þú breyttist í kraft. Þú varst svona eins og svona förumaður, þegar þú varst að tala, þegar þú varst sem sagt að, þegar þú hleyptir honum, hann hét Pétur í gegnum þig, og svo þegar þú breyttist í vinnukonuna, þá breyttist þú líka svona öll hið ytra. Guð mig góður, ég get náttúrulega horft á þetta því ég klippi þáttinn. Þá get ég séð hvað gerðist. Þá getur þú séð hvað gerðist. Já. En sko, það er alveg góðar, það eru góðar 15 mínútur liðnar. Frá því ég datt inn í þetta miðilshlutverkið. Já. Ég man ekki neitt, sko. Ég man ekkert. Manstu ekkert? Ég man ekkert. Nei. Hvað segir maður aldrei við blindan mann? Sjáðu. Nefnilega. Steina, þetta er vond auglýsing. Já, nei, satt, þetta er satt alveg satt. Fyrirgeðu, þeir sem eru blindir, sko, eru mestu húmoristarnir þegar það kemur að þessu. Já, auðvitað. Já. Og það er, sko, og hlaðvarp er náttúrulega væntanlega einhverjir blindir að hlusta á það. Já, og það vita allir vitibornir að við erum ekki að gera grína blindum. Nei, en fyrir blinda, þá myndi ég segja við þá, af því að þeir hafa ekki séð það, en það eru ógeðslega flott sólgleru í sjáðu. Ég veit, geggjuð. Það eru alveg geggjuð. Ég var mjög glöð að við fórum í göngin. Mér finnst alltaf svo gaman í göngunum. Já, okkur.
Nei, því ég er aldrei viss hvort ég sé að fara í göngin eða ekki og mér finnst það bara alltaf einhvern veginn bara eitthvað bónus. Fyrir ykkur sem er að hlusta, við erum sérst í Skorradal en Steina spurði hvort við myndum stoppa í Hveragerði á leiðinni. Já, og það var alveg heiðarleg spurning. Já, þó ég hef keyrt oft hingað áður, sko. Já. Sko, mér Hefurðu enga tilfinningu fyrir svona hvernig landi er í laginu Jú, eða ég hef reynt að Ísland? skoða þetta á korti og ég sé náttúrulega hvar mín hugsunarvilla er, en ég hef ekki svona staðar eða svona rýmistilfinningu. Bara alls ekki? Nei, ég á ennþá mjög erfitt með hægri og vinstri. Og þarftu svona, þegar þú ert að fara að segja hægri, þarftu svona að kreppa hægri lófan og ímyndaður og haldur á penna? Nei, ég, þú veist, gerir bara eitthvað svona því ég þarf alveg að stoppa við það. Já, ég reyndar þarf að gera... Hvað er hægri og hvað er vinstri? Já, ég þarf að gera svona, hreyfa hægri hendina. En ég er samt með mjög góða rýmisgreind, En sko. þú veist, ég skil ekki vel áttir, heldur. Já, norðurs, já, ok. Veist aldrei í hvað átt neitt er? Nei, og ég get vilst bara í miðbæ Reykjavíkur. Já, þið ert að labba bara. Já, og það er einhvern veginn svona, en svo er samt skrítið og þú veist, þegar ég er í útlöndum þá finnst mér rosalega gott ef einhver eru duglegur að rata, því þá bara fylgi ég, því mér er alveg hjartanlega sama hvað það heitir, hvar ég er og svona. En samt sem áður, ef ég er ein í útlöndum, þá einhvern veginn, þá er eins og bara svona automatist ég finn út á hlutunum, þótt ég alveg kolvillist. Já, veist ekkert hvað það er, en þú ert alltaf komið þangað svo ert að fara. Já, einhvern veginn, sko. Þarftu mikið að biðja fólk um aðstoð þegar þú ert í útlöndum og svona? Nei, ég held ég fari þetta bara á nefinu. Ok, en núna eftir þegar öll þessi upp eru komin og svona, er það algjör savior fyrir þig? Já, sko, hvert einskipt, jú, ég hef alveg notað svona Google Maps og svona, en yfirleitt einhvern veginn þá sný ég símanum þá ekki rétt og labba mér lengi í vitlaus átt. Þú veist, en ég er bara ofsalega glöð að við erum komnar hérna upp eftir. En það er náttúrulega, við hugsum energi eins og inn í Reykjavík. Þú veist, þetta er lítil borg, en það eru teknar svo margar ákvarðanir þar. Ekki eins margar og í New York náttúrulega, teknar miklu fleiri ákvarðanir í stærri borgum. Ég meina, hvað heldur að sé verið að taka margar ákvarðanir í þessari hlíð, hérna beint á móti okkur? Það er ekki verið að taka margar ákvarðanir. Jú, það er bara, þú veist, vatnið er að finna sér leið niður fjallið og ræturnar eru að finna sér næring. Það er allir að taka einhverja ákvarðanir. Jú, ok. Allt lífið, sko. Sást daginn að, það hefur orðið svona mikið, fækkun á mófuglum á Íslandi. Nei, ég sá það ekki. Er það því að þeir eru búin að þurrka upp öll þessi tún, eða? Já, og bara raska einhverju jafnvægi. Þetta var sorglegt, Já, sko. mjög. Mjög sorglegt. Ég var svona, ég var leiðari við þessari frétt heldur en mörgum öðrum fréttum, sko. Af því hún stendur einhvern veginn nærri. Vorum við ekki að tala daginn að við höfum ekki kapasitet í að hafa áhyggjur af hlutum sem eru of langt frá okkur. Það er bara fyllir á okkur heilan en við getum eiginlega ekkert gert við þessar upplýsingar. Meðan að sko hvert einasta mannsbarn á Íslandi ætti að geta fundupildi til yfir því að mófuglarnir sé að hverfa. Og því að við myndum aldrei heyra aftur söngin í lóunni, það yrði eitthvað voða glatað. Það er svona eins og þegar var svo mikið mengun í Beijing að þeir voru með sólarupprás svona bara á stórum skjám í borginni. Já, þannig að fólk vissi að það væri kominn dagur. Já. Skilur, við værum bara alltaf með lóuna svona á myndum og svona broadcastað kannski bara, þú veist, niður í bæ. Bara þess að við myndum eftir lóunni, en hún væri farin. Já, sorglega. Það er mjög sorglega. Já. Ætli við förum þangað? Heyrðu, þetta er svona A-hús. Já. Þetta er alveg geggjuð hús. Svona gamlir sumarbústaðir. Hvað býr í veggjunum, Dóra? Veit það ekki, en fyrst var eitthvað svona félagsskapur sem átti þetta hús. Þannig að það er allt rosalega vel gert hérna og ég sé fyrir mér að það hafi verið svona margir saman og að elda saman og hann sé byggður í gleði. Já. Og ekki í puði, heldur sko, þú veist, að því að stundum kemur í hús og maður sér að þau eru svolítið fúskleg og byggða vanefnum, en þetta er svona, þegar það er félagsskapur þá
þá er til peningur fyrir góðum panel og svona. Já, það er allt mjög vel gert hérna Já, og einhver svona heldur vel utanum mann þegar maður Já. er hérna. og svo eru lágt glerið, stórir gluggar, þannig að maður getur setið hér og hort út á vatnið. Einmitt. En það er, að því að mér finnast sko ofháir gluggar í húsum finnast mér mest pirrandi. Að maður Finnst sjá þér það mest ekki, pirrandi öllu í lífinu? mest pirrandi af öllu í lífinu eru ofháar gluggakistur. Hvað pirrar þig mest í lífinu? Halldóra Ofháar gluggakistur. Sagði Halldóra Geirarsdóttir. Já, ég skil það aldrei, en ég skil aldrei alveg af hverju höfðu þau svona háa gluggakistu að þau gátu bara haft hann aðeins lærri og þá sæði maður svona meira út. Þegar ég var hérna, ég fekk nú heimsóknir hérna en ég var svolítið tíma hérna einn. Já, Mér varst ég vera í alveg svona rosalegu kompaníi hérna, allan tíman. Ég upplifði aldrei neina svona tilfinningu ég væri ein, sko. Mér finnst vera svona, hvað ég að segja, félagskapur í þessu húsi. Og svona fjör, að þú varst að tala um hvernig stemningin er í húsinu, af því að hún er nú allavega hana í húsum og íbúðum eins og þú veist. já, En það er svona, það er mjög mikið svona hlýja og það er einhvern veginn svona, eitthvað heilbrigði hérna líka. já, Það hefur ekki verið hérna einhvern gengdarlegt sukk og fyllir í þessu Nei. húsi eða slagsmál eða einhver djúpur, þungur harmur, heldur þetta svona, já, svona Þetta er svona félagsandi. já, þetta er félagsandi. Ég held að þetta hús sé alveg þar og það er ekki fjölskyldusaga hérna. Maður upplifir ekki sko eina fjölskyldusögu, heldur eins og margir hafa komið og notið þess að vera hérna. Þetta er svona sumarbústaður. Og það er svo, mér finnst svo geggjað þegar það er ekki búið að mála panelinn. Já, ég hef mitt hugsað það þegar ég kom inn á, ég mála panelinn. Varstu að hugsa um að hvíta? Já, þú veist Þú er náttúrulega barn þess hvítunartímans. Já, já, Við höfum lifað hvítunartímana. já, þegar allt var tekið og málað hvít. Já. Meðan að þú veist, það er svo Mahóníborð ótrúlega gaman að horfa í kvistina hérna. Já, Manstu ekki eftir því sem ég man bara í sumarbústað sem var í fjölskyldinni, ég var lítið stelpa, að það var svona panel, það var reyndar aðeins orðin dekkri og veðraðari af áratuga notkun, en ég gat alveg dottið inn í það, ég var stundum svona, ég hræddi mig á kvöldin með því að horfa í kvistina og andlitin. Já, öll andlitin og öll augun sem maður sér í kvistunum, þetta er náttúrulega bara, þetta er eitthvað svo gott að vera inn í þessum efnum, þessum lifandi efnum. Veistu það, ég gæti hugsað mér að hefja sambúð bara með panel. Já, bara þú og panelinn. Já. Já, og þú ert bara í samskiptum við hérna. Með panelinn. Já, Ég og var ekki- kvistina og bara lítið hver einasti hús- kvistur. Já, bara svona lítið panelklætt herbyggi. Ég gæti bara eitthvað sem er að lifa í því. Ég á einn vin sem að, vann með mér í leikhúsinu. Hann bauð okkur einhvern veginn í partí heim til sín eftir einhverju frumsýningu eða eitthvað. Og þá kom í ljós hann hafði byggt sér lítið herbergi inn í svefnherberginu sínu. Já. Það sem hann var búinn að búa til svona eins og kósí herbergi. Hann var með bara rúmið sitt og svona. Svo var hann búinn að byggja svona kósí herbergi sem hann gæti farið inn í og þar var hægindastóll og ótrúlega fallegt inn í þessu litla herbergi og lampi og þar gæti hann lesið bækur. Svona pínulítið prívatbókasafn. Aha, inn í svefnherberginu hans. Finnst þér En ekki? geggjað. Og hann átti ekki konu eða eitthvað svona, þú veist. Og mér finnst það svo magnað. Skýrimart. Já. En þetta var svona eins og að vera barn, þú veist, þegar maður bjóð sér til svona, setti teppi yfir borð Einmitt. og var alltaf búa sér til svona lítil hreiður. Já, svona Hann bara afdrep. smíðaði sér lítil hreiður inn í íbúðinu sinni. Kannski er hann nú mikið þar, þess að hann var hann einhleipur. Kannski er hann of mikið inn í þessu litla herbyggi. Já, kannski er hann nú mikið að taka út og leigja bækur af sjálfum sér í litla bókasafninu. Kannski. Þetta er alltaf merkilegt. Mér finnst þetta mjög merkilegt. Færið þú svona tilfinningu að þið langi í þitt herbyggi aftur? Ég fæ svona tilfinningu, nú eru 2 börn heima, að þegar annað þeirra fer, að þá fæ ég skrifstofu. Þar sem ég get verið með svona lítið skrifborð og get límt svona miða upp á veggina því að þegar ég er að undirbúa hlutverk,
þá finnst mér gott að líma svona hluti upp á vegg. Þegar ég er að skrifa handrit, þá finnst mér líka gott að líma hluti upp á vegg og sjá fyrir mér sjónrænt, svona ferðalög. Ég er ekki með neitt stað heima hjá mér þar sem ég svona get dreift úr mér. Nei. Ég var alveg til í að eiga svona herbergi þar sem ég get föndra, búið til heiminn í kringum mig. Já. En ég hef einu sinni, ég hef samt bara einu sinni gert þetta, einu sinni vorum við Lolla að skrifa saman kvikmyndahandrit Hannes og Smára og þá fengum við eitt svona herbergi upp í Borgarleikhúsi, þar sem við máttum vera. Já. Og þá gátum við límt allt upp á veggina. Og svo þegar maður er að búa til leiksýningar sem er svona device, þar sem maður býr til efni og er að búta saman, þá höfum við líka sett, eins og Jesú litla og Dauðasyndirnar, þá gátum við sett svona búta út allt í kringum okkur, þú veist, til þess að finna út úr sögulínu og færa blöðin á milli og svona. Þess vegna langar mig í svona herbergi. Já, svona litla skrifstofu. Já, en þú? Já, en ég myndi vilja hafa hana heima. Ég myndi ekki nenni að fara eitthvað á hana. Nei, ég er sammála. Nei, en já. Og ég veist, og ég þurfi ekki alltaf að pakka, ef ég er að vinna eitthvað handrit eða ég er að gera eitthvað, ég þurfi ekki alltaf að pakka því niður ofan í tösku. Já, ég skil. Þú veist, þannig er heima hjá mér. Allt mitt og talvan og allt sem ég er að vinna fer alltaf ofan í þessa tösku sem að þið sem eruð á YouTube sjáið. Hún er svona perkenduðu Marimekko-taska. Þetta er skrifstofan mín. Já. Bara allt sem ég er að vinna í er ofan í þessari tösku. Hverju sinni? Já, handrit, dagbækur, þú veist, þess vegna er hún oft svolítið þung, af því að þetta er skrifstofan mín. Og núna er ég til dæmis með sko, já, hérna er ég með handrit sem ég er að fara að leika senu í næstu viku. Hérna er því Pathway Prayer to Access the Heart of the Akashic Records. Oh my god. En viltu ekki fara í skjölin núna? Ég meina... Náða! Megum við fara upp núna? Auðvitað máttu það. Eigum við að fara saman? Heyriði suðið. Ég er semst í Icelandair-flugvél á leiðinni til útlanda. Líður mér vel? Já, mjög vel. Af hverju? Af því ég er búin að fá vatn að drekka. Og ég get fengið mér alla drykki ókeypis borð sem ég langar í, sem eru óáfengir, sem er mjög gott fyrir mig. Icelandair, hinn tæra lind háloftanna. Við getum farið saman eða þú getur farið fyrst eða bara... Ok. Já, hvar viltu byrja? Við byrjum bara hérna, við gerum þetta bara allt saman. Já, ok. Ok. And so we do acknowledge the forces of light, asking for guidance, direction, to know the truth, as it is revealed for our highest good and the highest good of everyone connected to us. The records are now open. Hvað segja þau við þig? Heyrðu, nei, ég fæ sem sagt bara andlitsmynd af geimveru sem ég fyrirhitti einu sinni á sveppatreppi. Og er geimveran komin? Já, en hún er öfug, sem sagt. Er hún á hvolfi? Hún er á hvolfi. Augun vísa, af því þetta er bara höfuð, augun vísa einhvern veginn niður og munnurinn upp. Þetta er mjög sérkennilegt. Ég er bara í svona miklu skýi og svo svona kona sem kemur í svona eins og í svona grískum fötum, alltaf þetta grísku föt
og hún kemur svona hlæjandi út úr skýjunum og segir bara, þú getur ekkert gert þetta. Þú mátt ekkert gera þetta. Ha? Og svona eins og ég megi ekki sjá í gegnum skýin, þú veist. Þú mátt ekkert gera grín á þessu, en henni finnst þetta mjög fyndið og skemmtilegt. Þú veist, Já. ok. En ég ætla svona samt að sjá aðeins hvað ég sé upp í eitthvað skýin. Já, það er bara svona rosalega mikið af svona grænni birtu. Ég sé bara rosa mikið af skógum, eins og ég sé í Evrópu. Já, ég sé bara ofboðslega mikinn grænan lit og það er nú kannski bara best að spyrja þessi ágætu skjöl hvað þessi græni litur á að fyrirstilla. Það er skrítið þegar maður fær svona alveg eins og bíómyndasenur svona í höfuðinu. Það var allmis bara eins og þegar við vorum á leiðinni hingað áðan. Þá sá ég fyrir mér að ég myndi detta í stiganum hérna á leiðinni niður og nú er ég ekki svona mannskja sem er hrædd við að detta yfirleitt. En ég sá sjálfa mig hrasa í tröppunum hérna. Og ég hugsaði svona með mig, já ég ætla að vera sérstaklega varkár, ég nenni ekki að vera að detta þarna í þessum stiga. Og svo var ég að bera dótið út úr bílnum og kom hérna á tröppunum og þá hrasaði ég hérna á veginum og datt alveg fram fyrir mig og beint á hendurna sko. Vó, já alveg svo mikið. Og það var eins og svona á leiðinni hérna upp til ég hefði svona væri að lifa þetta moment sem var samt sem aður ekki yfir hugsunum tíman, var samt ekki komið. Ég held að það sé orðið mjög erfitt fyrir hlustendur að fylgja þessu þætti núna. Já, En segðu mér, hvað? Ég er bara flaug og ég fór onni í eitthvað þorp og ég er komin í eitthvað hús og það er bara, ég er að leita þekkingu. Ég er að leita þekkingu í einhverjum, í gömlum þorpum. Og þetta er bara ævintýraferð. Það er bara ævintýrið hættir aldrei. Nei. Þú veist, þetta er bara, Ég meina, það er aldrei endastöðun aldrei til og Akashic Records er aldrei að fara að sína mér neina endastöðu eða neitt svoleiðis, heldur þetta er bara ongoing ævintýri. Já, ég meina, þú veist, það er þetta niðurstöðu útkomu æði sem er alltaf að drepa, sko. Getur fólk ekki bara haft gaman af því að búa til ævintýri meðan það er að verða til? Og líðanin í mér er nefnilega svona algjör gleði tilfinning af því að þetta er bara flæði, sko. Já, ég skil. Svo gæti ég farið miklu lengra í því, ég finn alveg, ég gæti farið alveg í svona ævintýra leiðangur, sko. Með fólki og svona, það er pingu eins og ég sé stödd í öðrum tíma, sko. Af því að konan sem er að tala við mig núna, hún er með svona ljósbrúna hettu. Ég skil. Skilur, svona svolítið. En hún er líka glöð, alveg svo þannig að hvíta kona, svo þú veist, þær eru bara, vá, ertu rugluð, sko. Hvað? En það er alveg til, já, ég má leika með svona. Auðvitað máttu leika, ég láta engan segja neitt annað. Nei, ég meina... Og eins og ég sé búin að finna regluna mína. Hún leiði mig inn í herbergið þar sem er fullt af fólki, hlæjandi fólki. Þetta er ég búin að fá svo mikið núna, svo mikið af hlæjandi fólki í kringum mig. Heldur þú að þetta gangi einhvern rosalega sértrúarsöfnuð sem allir ofslega hlæjandi? Bara loksins. Ég ætla að finna hlæjandi sértrúarsöfnuðin. Ég er búin að fatta eitt, að ef maður á bara marga litla reikninga þá getur maður átt marga litla drauma, þú veist. Já, þú veist, ferðalagasjóðurinn. Sumarbústaðasjóðurinn. Já, Barnasjóðurinn. nýsófasjóðurinn, skilur. Til dæmis, já, og frábær kaffivélssjóðurinn. Nákvæmlega, og þetta kenndi Íslandsbanki mér. Vá! En, Já, koma niður. Já, er það ekki bara? Þetta var nú mjög svona notalegt. Fannst þið það ekki? Jú, það er allt svolítið notalegt. Hér að vera komin hingað og sér að nú er eldurinn búinn að taka við sér í arninu, þannig að hann er orðinn alveg. Hvítur í laufi, báli brennur. Hérna kom upp úr töskunni því ég tók þetta, þá kom líka hérna The Secret, manstu að því ég átti að eiga hann og skoða hann aðeins áfram. Þannig ég er búinn að opna hann tvisasinnum frá því að ég átti frá því að pendúllinn sagði að ég ætti að skoða hann aðeins áfram. Okay.
Og einn staður sem ég opnað var, ef þú hugsa tilbaka og einblínir á erfiðleika sem þú hefur lent í, ertu aðeins að draga meiri erfiðleika til þín núna. Slepptu erfiðu lífsreynslunni sama hver hún er, gerðu það þín vegna. Ef tilfinningar þínar einkennast af reiði vegna einhver sem áður var, mun það aðeins skaða þig. Þú ert eina manneskjan sem getur skapað þér líf sem þú átt skilið. Þegar þú ferð að hugsa meira það sem þú þráir, myndu geisla af gleði og lögmál aðdráttaraflsins uppfyllir óskir þínar. Það eina sem þú þarft að gera er að beina hugsuninni að því sem þú þráir og þá myndu leysa kraftin úr læðingi. Heyrðu, þetta er nefnilega alveg geggjað. Af því að uppgötvun vikunnar hjá mér er að oft þegar ég þrá eitthvað þá er því svo ofboðslega æst að það sem mig langar í, að ég fer í ég fer í of háa tíðni miðað við það sem mig langar í. Þú veist, mig langar í eitthvað sem krefst dýftar og svona eitthvað svona flæðis hérna, en þegar ég verð spennt yfir því, þá verð ég alltaf æst og þá er ekki lengur í tíðni það sem mig langar í. Þetta er sem ég er búin að vera að hugsa núna í vikunni. Þú fer fram úr þér? Já, ég fer fram úr mér. En sko, mér finnst þetta mjög góð speki í þessari annars sérstöku bók, að þetta er nákvæmlega svona. Þú veist, maður hefur alltaf val að láta fortíðina skilgreina sig og vera fjötur fót með því að vera of upptekin af því sem liðið er, eða bara að það sem er gert, það sem er búið. Og þetta er alveg rétt að þú veist, það er enginn sem getur frelsað mann undan svona fortíðaránauð nema maður sjálfur. Og þetta er alveg satt til því meira sem að maður dvelur við þetta, hugsar þetta, er reiður út af einhverju, þú veist, þá er maður náttúrulega bara að ganga í öfugan sólargang faktist. Já. Skilur, maður er að gangast niður rifin á hönd í staðinn fyrir að ganga veginn, sólarveginn. Já, ganga aftur á bak ofan í hóluna. Og svo varstu að tala í bílnum á leiðninga þetta með að kærleikurinn fyrirgefur allt. Já. Þannig að allar hólurnar sem maður hefur grafið og búið til og mistökin sem maður hefur gert. Af því að skilyrðislaus ást, hún þýðir það að hún dæmir ekki. Og það er engar móraliseringar í alheimsástinni. Þannig að þó þú hefur gert ýmislegt aður dagana sem ég veit þú hefur gert, Halldóra. Já. Þá, hvert augnablik sem að þú velur að gera eitthvað gott fyrir sjálfa þig, þú veist, í því er fyrirgefningin fólgin. Það er engin móralisering, það er ekkert svona, þú veist, alheimurinn ekki að segja, nei, Halldóra, henni fær ekki að líða vel að því hún hefur gert svo hræðilega hluti. Þeir eru stanslaust fyrirgefið. Þeir eru stanslaust fyrirgefið allt, Og þessi móralsku sjónarmið sem er að trufla mann, ég hefði ekki átt að gera þetta var kannski ekki alveg og eitthvað svona, þú veist, af því maður finnur. Þegar maður, þú veist, það er eitthvað svona öxull inn í manni, rétt og rangt öxull, og maður veit alltaf sjálfur þegar maður fer yfir mörkin hans. En það er enginn sem að móraliserar yfir þér nema þú sjálfur. Já. Skilur, og eitthvað álit annar, það skiptir faktist engu máli, vegna þess að það er bara hvaðan er fólk að móralisera yfir öðru fólki. Skilur. En þetta er fólki sem að Akashic Records er að segja heyrðu, þú sértrúarsöfnuðurinn, hann er til og það fólk er hlæjandi því það er ekki að móralisera. Nei. Það er ekki að móralisera. Nákvæmlega, og hvað máttu opna þessi Akasíuskjöl? Þú mátt bara opna þau þegar þetta er það í hug. Skilurðu? Ég veit. Nei, og svo kemur eitthvað lið og segir, ég opnaði aldrei nema við ein og nema ég sé búin að gera þetta og hitt og svona klædd og hins einn. Já, en ég ætla að segja ykkur af því við fórum á námskeið að hún heitir Jósa Good Life. Good Life. Já. Er það good með tveimur ofum? Já, Jósa Good Life. Ekki hún God heitir Life. Jóhanna Guðleif. Já, en er það þá ekki God, Guð? Nei, Good Life. Good Life, já. En hún tekur fólki svona tíma, svona enga tíma og það er geggjað að fara að láta hana lesa. Já, mjög skemmtilegt. Mjög skemmtilegt. Ég meina, í fyrsta lagi er náttúrulega bara gaman einhvern veginn að tala við mann, mann. Já, það er alveg í rúma klukkutíma. Já, það er amazing. Þú veist, ég hef alltaf, ég hef náttúrulega farið til spákvenna eins og þú, haft gaman að því alveg frá unglingur og þetta er náttúrulega bara, þú veist,
Stundum sig. Já, stundum sig. Já. Og þetta kannski næðið sem að maður ætti bara oftar að gefa sér. Já, einmitt. Skilurðu? Já. Er það ekki? Jú, algjörlega. Ég ætla að taka klukkutíma fyrir sjálfa mig í dag. Já. Hvenær hefur þú sagt það? Aldrei. Nei, ekki heldur. Nei, ég hef aldrei, en ég hef heyrt fólk segja það og mér finnst það alveg ruglað. Mér líka. Ég er bara, what? Ég ætla að taka klukkutíma fyrir sjálfa mig Já. í dag. Nú ætla ég bara að taka svona dag fyrir mig og ég Já. bara alveg svona. Nei, ég ætla að taka hvað er fólk hvíldardag að með gera? mér. Já. Ég bara, Já, einmitt svona. Hvað er það að gera? Já, Já, einmitt. Heyrðu, ég held að þessi þáttur hann er samt búinn hjá okkur. Ha? Já, af því ég náttúrulega fór, Þú ert náttúrulega búin að fara svo mikið milli heima í þessum þætti. Já. Þú ert bæði búin að tjannlega kynóða farandverkamann. Gerði ég það? Já. Guð mig Já, góður. Pétur sem á sko einhver, já, á bara mörg hundru afkomendur í Íslandi, hann svaf svo óðubóðarslega hjá. Já. Hann stökkur og brún og brós og hjólpinóttur og þær gátt ekki staðist þar af því að hann var svo flinkur að hoppa upp á alls konar hluti. Já. Og svo tjannelaður líka hérna vinnukonu sem eignaðist 4 börn með þessum manni. Vá, hann er þá komið alltaf árlega eða oft í sveitina. Oft í sveitina, hún var Já. hérna alin upp í Skorradalnum og síðan náttúrulega, þú veist, fórum við báðar í skjölin en ég sá bara geimveru á hvolfi. Já, en sagði geimveran eitthvað við þig? Nei, Hún bara sýndi og var bara... sýndi sig bara á hvolfi, sko. En þegar þú hittar hann á þessu sveppatrippu, hvað sagði hún eitthvað við þig þá? Nei, hún var bara svona, ég hide and seek við mig. Já, feluleik. Bara, Bara, já, og ég var svona að reyna að plata hana til að koma til mín og þá svona kom hún nær og svo lit sér svo hverfa og var svona, faldi sig svona eins og krakki og fór svona í loftinu og faldi sig bak við hluti svona í rýminu. Ok, og svo bara ákveður hún að sýna sig aftur í þessum Akashic skjölum, af því hún er greina hluti af þínum veruleika. Já, hún er hluti, já, þetta er einhver sem að fylgist með mér. Þetta sérkennilega höfuð. Ég meina, maður getur ekki ætlast til þess, Halldóra, að allt sem hafi vitund hafi líkama. Nei, sumir eru bara... Það er bara ógeðslega sjálfhverfa að allir þurfa að hafa líkama. Já, þessi geimvera er bara höfuð. Hún er bara höfuð. Og bara, faktískt bara andlit, sko. Ok. Og ekki mennst andlit, heldur svona, já, dálítið sérkennilegt. Já, svona geimverulúkk á henni, svona eins og maður hefur séð geimverur teiknaðar. Já. Og það er náttúrulega einhver ástæða fyrir því að geimverur eru teiknaðar eins og það eru teiknaðar. Þú veist, það er alveg kollektíft að hvernig geimverur eru teiknaðar. Alltaf teiknaðar, já. Skilurðu? Það er svona týpur í geimveruteikningum, sko. Þannig að einhvern veginn er kollektífið eða samhugsunin, hún er að skapa þær verur sem hún vill að séu til eða eru til. Leið við búum þær til, þá byrja þær að vera til. Sko, gott dæmi þetta er til dæmis það að kynslóð fólk sem að, þú veist, hérna ólst upp við svona vondukallamyndir. Já. Sko, sem eru náttúrulega við. Svona eru náttúrulega búin að setja núna á sögusvið lífsins, sko, alveg ótrúlegt galleri af vonduköllum. Þú veist, Orbán, Kim Il, whatever, Putin, Trump. Þú sér, þú veist, þetta er eins og þetta hefur verið kastað úr Hollywood. Já. Þú veist, þessir gaurar. Já. En þetta er svona eins og týpur úr svona vondukallamyndum. Já. Skilur Það er bara með og auðvitað erum við sem svona kollektíft, svona í samsköpun er mannkynið að búa til þessa vondukalla núna. Þeir eru svona úr þessum heimi. En nú erum við að fara, Neptúnun okkur að fara yfir í hrút, já, ég ætla ekki að fara í það, en ég hlusta á 3 þætti af Stjörnuspeki podcastinu hjá Gulla og Heru og þeir eru svo frábær. Já, í vikunni. Það var svo óbúslega langt síðan að hlusta á þau og það var gaman að... En þetta var eitthvað sem þú vilt segja mér sem að var að... Nei, það var bara, þau eru svona að byrja, hún Hera vildi byrja að gera svona að wrap it up, aftur að fara aðeins inn í meiri kennslu. Já, ok, gaman. Og þau voru að tala að þú getur verið með rísanda, þú veist eins og ég er rísandi boðmaður, en svo er einhver pláneta á, þau segja, þú veist, Júpíter á rísandan, Venus á rísandan. Þá er á hengibrúnni inn í kastalinn hjá þér, þá ertu bæði rísandi boðmaður og svo kannski Júpíter stendur við hliðina á honum, sem er tækifæri sinn og þess. Já, þetta var allavega mjög skemmtilegt. Þannig að ég hlusta Þú mæli með?
ég mæli með. Það er mjög gaman að vera að mæla með öðrum podcastum. Heyrðu, við erum búin að mæla með Jósu Godlife, hún er enda ekki með podcast, en þið finnið heimasíðuna hennar og getið fengið tíma hjá henni. Og svo mælum við líka alltaf með Gulla og Heru og Ásgeiri Kolbeins. Já, þau eru frábær, Já. sko. Heyrðu, Ég hitti Ásgeir Kolbeins á götu. Já, og hvað? Það var bara mjög skemmtilegt. Já, Já. það var nú þau eru svo- gott. Já, nei, þau eru Það svo eru góða frábær. fréttir. Já, já, nei, bara, ég meina, hérna í sveitinni þykir þetta nú frétt. Auðvitað. Já, og nú ég erum komin hitti fyrir- já. Ásgeir Kolbeins á Já, götu. hérna hér, gott að heyra Einmitt. og hann hefur verið vel græddur. Þeir töluðu aðeins um það að hann greiðir sér, gefur sér góðan tíma til að greiða sér á Já, hverjum það degi. fer ekki á milli mála. Já, hann er stengitt, allt í lagi, já, bless, we.